Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það öryggismál Evrópu, það allt í upplausn. NATO í krísu. Hingað til að ræða þau mál eru komnir Kristinn Hrafnsson, blaðamaður, og Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur. Verið velkomnir. Takk. Hérna, stærsta krísa í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld, Erlingur? Já, ég sagði það áðan. Stærsta krísa Evrópu í varnaröryggismálum í 80 ár. Stoðirnar héldu í gegnum allt kalda stríðið og grundvallar arkitekturinn breytist ekki, en nú hann spurningamerki að mesta kosti. Upp í loft. Og það þykir ekki góð staða í öryggismálum. Nei, eitthvað upp í loft. Alls ekki, það mikið vandamál. Og hvað þarf að gera? Það ekki hægt að snúa tilbaka. Nei. Það ekki allt eins og áður var. Að mesta kosti sitjum við uppi með þann Bandaríkjaforseta sem við höfum, kannski ekki þann sem við vildum. Og hann hefur þessa sýn og þessa stefnu, og það sem ólíkt hans stjórn núna frá því síðast að hann hefur núna her hliðhóllra embættismanna sem ætla að hrinda hans hugmyndum í framkvæmd. Þannig að það mun verða af kannski þessum vitlausustu hugmyndum og verstu hugmyndum. Við sjáum það á leiðinni í Gaza, við sjáum talið Grænland og Kanada, þar sem embættismenn segja að honum sé full alvara. Þetta sé ekki einhver furðuleg samningatekni. Þú tekur ekki undir það sem að sumir segja að hann segir nú svona margt og við skulum sjá til hvað verður. Þú segir að við höfum að hlusta á það sem hann segir. Já, ég held að danski utanríkisráðherrann hafi sagt að við ættum að taka hann alvarlega en ekki bókstaflega, en ég farin að hallast að við ættum að taka hann bókstaflega, því að trekk í trekk kemur Marco Rubio utanríkisráðherra og aðrir fram og segja að hann að meina þetta með Kanada, með Grænland. En hann getur ekki breytt stefnunni sem gengur bara þvert á vilja Pentagon og hlera, þannig að hann þannig að þó að Trump færi, að þá mjög líklega að þetta sé stefnubreyting sem stefnubreyting Bandaríkjanna. Sko, grundvallarbreytingin sem að gerast, eins og sumir hafa bent á líka hérlendis, að Bandaríkin eru að endurfókusa sín öryggismál til Asíu. Þar þungamiðja öryggismál í heiminum, viðskipta, þróun næstu áratugina. Og það kemur ekki bara frá honum, Biden var á sama máli. Þetta byrjar með Hillary Clinton undir Obama þegar tala pivot to Asia, svo ég sletti, að sú breyting raunveruleg geostrategísk breyting sem þarf að eiga sér stað að einhverju leyti og Evrópa þarf að stíga upp. Það sem ólíkt með Trump, og hann bætir í að hann raunverulega kippir úr sambandi Atlantshafssamstarfinu og setur stórt spurningamerki við NATO og færir Rússum auðvitað greiðilega sigur. Eins og John Bolton sagði á síðasta miðvikudag í viðtali fyrir hendi þjóðaröryggisráðgjafi, hann sagði þeir drekka vodka á stút núna í Moskvu. Eins og glaðir. En aðeins þetta varðandi Bandaríkin og Trump, að þessi áhersla á að framtíðar ef við ætlum að verja framtíðarhagsmuni okkar, þá við að snúa okkur til Asíu. Og það hefur verið bent á að Úkraína og líka Gaza sé eiginlega svona truflun á þessu. Og það væri eiginlega best fyrir Bandaríkin til lengri tíma að bara snúa sér að Asíu, og sumuleyti Trump að gera það með sínum aðferðum. En þetta raunverulega stefna sem ríkjandi í Bandaríkjunum, að fókusin verður á samkeppnina við Kína. Kína það stórveldi sem mun hugsanlega ógna yfirburði Bandaríkjanna og við erum að snúa okkur að þeim, og það bara feill að gera Rússland að óvini okkar á leiðinni. Já, sumir hafa talað á þennan hátt, ég manna Mitt Romney hafa hlegið mjög mikið á honum þegar hann var forsetaframbjóðandi þess að Rússland væri helsta öryggisógnin en ekki Al-Qaida eða hvað hann var á þeim tíma. Klárlega Kína raunverulegur rísandi andstæðingur Bandaríkjanna og keppinautur. Þar gæti slegið í brýnu á næstu árum eða áratugum. En það sem að menn kannski greinir á að það að fókusa til Asíu og leggja áherslu á þetta, þá mjög óklókt að kasta fyrir róða gríðarlega sterku samstarfi við bandamenn í Evrópu sem kostar Bandaríkin tiltölulega mjög lítið í henni stóra samhengi, og þá fórnar þessi mjúka valdi, þá fórnar öllum þessum bandamönnum sem stóðu með þeir í 20 ári í Afganistan og einhverju leyti í Írak í því ævintýri. Hvert getur þið farið? Hvert getur Evrópa farið? Ekki mér heyrist nú margir Evrópumenn bara þrá ekkert frekar heldur en bara hanga í Bandaríkjunum, að vonast þess að Bandaríkjun verði sem lengst í Evrópu og tefja þetta með einhverjum hætti. Ég sé ekki að Evrópa sé að taka einhverja sjálfstæða svona stefnubreytingu eða? Já, við sjáum hvað Evrópa hefur gert. Eftir að kaldastríðinu lýkur 1991, þá verður svona friðar ávinningur, þetta peace dividend sem var kallað á þeim tíma, varnarmál eru skorin gríðarlega niður á öllum Vesturlöndum.
síðan fer spennustigið að aukast, við náttúrulega lendum í Balkanstríðunum og fleiru, þannig að Evrópuríkin og Bandaríkin sjá að það er þörf á ákveðni hernaðargetu. Evrópuríkin ennþá að draga lappirnar þar og eins og þú segir, horfa á að Bandaríkin þetta leiðtogahlutverk, tryggja öryggi Evrópu, við þurfum ekki að gera eins mikið. Þetta gjörbreytist 2014 þegar Putin hertekur Krímskaga og startar uppreisn í austurhéruðum Úkraínu í Donbass, sendir inn þar ómerta hermenn sína og málaliða. Þá hittast Evrópuríkin með Bandaríkjunum í Brussel í höfuðstöðu NATO og segja ok, nú þurfum við að vakna upp og breyta reiknistemminu og setja sér þetta markmið. Við ætlum að eyða 2% af vergri þjóðarframleiðslu til varnarmála innan 10 ára. Sú klukka rann út á síðasta ári og nær öll NATO-ríkin hafa náð því markmiði. Kanada kannski sker sig mest úr að hafa ekki náði, einhver önnur ekki alveg þar, Ísland sérkapitúli hérna. Og svolítið svæðiskipta, það meira eitt í austrinu sem hafa sögulega líta á Rússland sem sinn andstæðing og óttast Rússland af skiljanlegum ástæðum. Já. Síður þegar þú ferð vestar þar sem ekki söguleg hefð fyrir því að líta á Rússland sem ógn. Að einhverju leyti þrætt, aðalega þýleitinu til að þessi austustu ríki sem eiga landamæri að Rússlandi hafa farið fram úr 2%. Baltarnir hafa farið í 3-4%, Pólverjar eru að keyra í 8-5%. Þeir eru náttúrulega mjög meðvitaðir sérstaklega eftir innrásarstríðið byrjar allsherjarstríðið 2022 að þetta geta verið næstur á matadisknum eða þeir eru ekki tilbúnir. Þannig en stóri punkturinn það að NATO, evrópsku NATO-ríkin hafa flest staði við þessa skuldbindningu að fara í 2%. Þannig að það mjög mikið tal núna með Evrópa hafi bara flotið sofandi að feigðarúsi og einmitt treyst bara á Bandaríkin. Það stenst ekki bara tölulega skoðun. En þetta með því að eyða meiri í hernað og þar með að kaupa fleiri hergögn af Bandaríkjunum náttúrulega leiðin til þess að treysta á Bandaríkin. Að einhverju leyti. Þetta bara eins og fjárkúgun frá Trump þegar við eyða svona miklu og hann veit að 2/3 af því fara til Bandaríkjanna við að kaupa á hergögnum og ef við viljið að við vendum ykkur þá verður það að borga. Já, Trump, það gott að segja þetta. Trump horfir einmitt á NATO sem hann greinilega skilur mjög illa og skilur ekki bandalags samstarf í heild. Hann horfir á NATO eins og einhvers konar mafíufóringi. Hann að veita vernd og hann vill fá greiðslu fyrir það. Besta dæmi það þessi skelfilegu afarkostir sem setja Úkrænumönnum núna í síðustu viku þegar þeir krefjast þess að Zelenski í München skrifi undir að framselja þeim helming allara náttúruauða af Úkrænu til allrar framtíðar. Og þannig bara verið að stinga mann í bakið. Mér var eiginlega að hugsa til þess að Sovjetríkin fóru inn í Pólland 39. Trump segir að þessi samningur hafi verið gerður. Hann að vísa til þess eins og það sé gamall samningur. Já, þeir að semja þetta. Það hefur verið skipst á samningsdrögum. Þetta alls ekki frágengið. Þetta krafan hans sem náttúrulega verið að níðast á Úkraínu sem hérna með bjarndýrið í fanginu austanfrá. Þannig að þetta náttúrulega... Njánum náttúrulega bara eiginlega hruni land. Já, þeir allavega geta ekki staðið einir gegn þessu, eðlilega. Það verið myrtir á vígvellinum og gríðalegu fjöldi flúi landið. Já, mannfallið gríðalega mikið. Enda mætti segja það, ekkert Evrópuríki, ekkert NATO-ríki hefði staðið sér betur, flest líklega mun ver gagnvart svona árás. Kristinn, gerbreytti tímar í Evrópu? Algjörlega, ég held að það sé vanmeti hvað þetta stórt í raun. Það sem ég undrast mest af hverju þetta kemur einhverjum á óvart. Því að það var í sjálfu sér yfirlýst markmið Trumps og í hans kosningabaráttu og hann var löngu búinn að segja það að Evrópa gæti ekki stólað á það að Bandaríkin kæmi til aðstoðar ef á það var ráðist og nú sendir hann Vans yfir til München síðustu helgi og hann segir það sem að staðfesti það sem að búið að segja áður og það í sjálfum sér með því náttúrulega verið að rústa NATO Atlantshafs bandalagsáttmálann 5. greinin hérna að árás á eitt ríki sé árás á öll þar með úr gildi og þar með NATO-samningurinn úr gildi. Þannig að ég undrast að ákvörðan núna skuli verða þetta írafár þegar að það máttu öllum vera ljóst að þetta væri í farvatninu. Ég verði að segja það. Og hvað var það íslenska hagsmunni? Við vorum bara á það að þá það aldrei sérstakt að ráðamenn standa hann uppi og hafa það í fanginu að hvort sem það tala hotsteina eða undirstöður íslensku utanríkisstefnu eru brostnar, bæði NATO og varnarsamningurinn sem byggður á forsendum NATO-samningsins. Það farið
og hvernig ætla menn að bregðast við. En eins og ég segi, þetta mátti náttúrulega sjá dálítið fyrir í þessa þróun sem er. Ég veit ekki alveg með þessa auðlindasamninga hvort að þetta var þegar komið í einhvers konar farveg áður en Trump tók við völdum, einhvers konar dílara í þessa veru. Og við finnst dálítið vera misvísandi fréttir sem berast af þessu. En það sem Elli segir, það er náttúrulega verið að færa alla áherslu núna á og framtíð á Kína. Kína er hinn ákjósanlega andstæðingur. Bandaríkin eru þannig þjóðað að hún þarf alltaf andstæðing og Kínverjar eru framtíðar andstæðingurinn. Er þetta ekki bara klassískt að Bandaríkin munu ekki una neinu stórveldi að rísa upp í öðrum heimsálfum sem getur orðið svo sterkt að það getur ógnað þeim á þeirra heimsálfum? Er þetta ekki bara morðkenningin einhvern veginn? Já, þetta er hægt og hljótt ef náttúrulega Kína verið að byggjast upp og reyna að halda þessi hlési hernaðargetu, náttúrulega mjög lítið sem það verið að byggjast upp í hefðbundni hernaðargetu en því meir hafa það sótt í þessu veðrið á öllum öðrum sviðum og tilvist þessa ríkis efnahagsstyrkur er orðin ógn við hagsmuni Bandaríkjanna. Þannig að það er verið bara að færa áhersluna og segja bara Evrópa þið verið að sjá ykkur. Sko það er rétt að tala að þessi 2% hafa verið náð á flestum ríkjum. Mörg ríki hérna austast eru búin að fara langt fram og þessu, nefnilega Pólland og Eistlandsríkin. Sko Bandaríkjamenn er ekki að eyða hæsta hlutfall af landsframleiðslu til hernaðarmála. Það er Pólverjar og ekki Eistar eða Lettar. Þannig að þetta er eins og ég segi, það sem ég er hissa á og kannski undrast núna er að þetta skuli koma svona gríðarlega óvart eitthvað sem að mátti sjá fyrir og viðbröðin eru dálítið panik fyrst mér. Mér veist það nánast í komist að menn megi kannski ekki spauga í svona alvarlega ástandi að Keir Starmer var virtist þurfa eiginlega að bjóða sjálfu sér til Parísar og finna Evrópu að nýju, landið sem var náttúrulega búið að sigla sína leið og alltaf stólað á þessu sérstaka sambandi á þeirri forsendu yfirgáður Evrópusambandið, sildu, breikkuð, ermarsvæðarsvundið vegna þess að þeir höfðu þetta sérstaka samband. Þeir sérstaka sambandi núna við Farage? Já, hann kannski ekki eldri en áður en svona reformistana og þeirra sem hann lengst til hægri í Evrópumegin eins og en NATO er upp í loft, þú nefnir varnarsamningin. Er það samt ekki þannig að Bandaríkin skilgreina að Ísland sé á sínu áhrifasvæði og þeir munu verja landið fyrir ágangi annara, hvort sem að varnarsamningur eða nokkuð. Þannig að Ísland er sömuleyti með öðruvísi stöðu gagnvart herrvend Bandaríkjanna ef við orðum það þannig, heldur en ríkin í Austur-Evrópu eða Danir eða eitthvað, að Íslendingar þurfi ekki að kaupa sér vend Bandaríkjanna. Bandaríkin sættu sig við það að Íslendingar væru að hafa þeim fé seinni hluta síðustu aldar með okri á flutningum og verktakastarfsemi og eitthvað fleira til þess að fá að vera hérna. Já, ég sagði Ísland sé nú þokkalega vel sett að Bandaríkjamenn sjáu sér hagsmuni því að verja landið. Já, við teljum það vera gott að undir vendar vang þeirra, þá erum við þar. Að þessi víglina sé ekki bara þarna í Grænlandssundi á milli Íslands og Grænlands. Nú er búið að setja Grænland undir þetta mengi sem að Bandaríkjamenn og Trump segir að sé okkar áhrifasvæði. Ég nefna þetta nú, heitir ekki Grænlandssund því að á kortum annars staðar heitir þetta Danmerkursund, alltaf skondi í tengslu við þessa nafnbreytingu Mexíkóflóa í Ameríkóflóa. En ég myndi ætla það að Ísland væri þarna svona kornið fyrir utan og partur af því svæði sem að væru undir smásjóni og vernd. Já, er það ekki þannig, Erlingur, að Bandaríkjamenn munum aldrei þola það að einhver önnur ríki komist til einhver áhrifa á Íslandi? Já, ekki strategískur keppinautur og ég myndi reynda að taka dýpri ára en ég myndi segja að við erum og höfum lengi verið á áhrifasvæði Bandaríkjanna og þú nefnir Monroe stefnuna, þar föllum við að vera undir þetta vestur hveljarðar sem að Monroe miðast við. Það er ástæðan fyrir að Bandaríkin koma hérna áður en þeir skerast í leiki í síðari heimsstyrjöldinni.
sjá sér leið það til að tryggja sína stöðu gagnvart Atlantshafinu, gagnvart Evrópu. Bandaríkjamenn ekki hérna af einhverjum höfðingskap, þeir eru hérna því það þjónar öryggishagsmuni þeirra og það þjónar öryggishagsmuni þeirra eins og þú segir að halda strategískum keppinautum frá því að ná fótfestu hér. Landinu, ég orðaði stundu þannig að þeim alveg saman með okkur, þeir ætla bara að tryggja það engin náðu þessu landi sko. Mjög kalt og stránt til tekið frá svona herfræðilegu sjónarmiði, þá það kannski staðrendin en svona pólitíkin aðeins flóknar en það. Þetta líka það sem mótiverað á til að hugsa Grænland á þeim nótum sem þeir hugsa það. Við vitum að það hefur ítrekað komið upp í sögunni að ná undir sig Grænland og Ísland enda líka. Þegar Seward var búin að ganga frá kaupunum á Alaska, þá var farið í viðræður við Dani og það eru til fréttir sem birtust á prenti í Bandaríkjunum á þeim tíma 1868 að samningar hafi verið frágengnir og kaupverðið samþykkt kaup á Íslandi og Grænlandi. Þannig að já, strategískt séð þetta ekki ný hugsun. Þetta í raun og veru það jákvæðasta fyrir okkur og treystir það að varnarsamningurinn haldi nær óháð NATO. Hann gerður á grundvelli NATO, hann svona NATO plus samningur, gerður að því við höfum ekki her og Bandaríkin gerir ráðstafan til að verja Ísland samkvæmt samningnum. Þannig að það ætti raun og veru að halda. Það sem ég hef miklu meira áhyggjur af þessi vinur okkar í vestri sem ætlar að venda okkur að gjörbreytast. Það núna verið að hóla Bandaríkjana inn og rústa stjórnkerfinu í Bandaríkjunum, brjóta aftur mannréttindi, stjórnarskráin fótum tróðin á fyrsta degi í forsetaembætti Trumps. Þannig að við þurfum að spyrja okkur hversu lengi verður það okkur þóknanlegt að eigi þessu nána samstarfi við þennan bandamann. Í tali ekki með þau framkvæma algjörlega ólöglegar og gríðilega þjóðninsrensanir í Gaza til dæmis, eða fara að beita hervaldi að einhverjum hætti gegn bandamennum okkar, Dönum þá í Grænlandi, eða þá Panama. Það ætti líka, við ættum að láta það okkur varða líka sem smáríki sem er stíð á. Því við viljum verið alþjóðlegur. Þá erum við smáríki sem er í nálægð við stórveldi og herveldi. Við erum kannski í svipari stöðu Úkraína, við veitum ekki bara allt annars það, bara Vietnam sem verður bara að taka tilliti til þess að Kína þarna við hliðina. Þannig að við gerum ekki bara hvað sem er. Já, en það er ekki bara raunast mat á Íslandi að við erum undir áhrifasvæði stærsta herveldis í heimi og það mun ekki sætta sig við, til dæmis, að því að nú er alltaf í loft og þá heyrir maður alls konar setningar sagða að nú getum við ekki treysta á Bandaríkina, nú verðum við að fara að treysta á varnir Evrópu. Þetta er kannski valkostur sem okkur stendur bara ekki til boða. Ég meina, það er náttúrulega líkilatriði hér að ef við til dæmis tölum varnir Evrópu, það er vissulega rétt að Evrópusambandið hefur sameiginlega varnarskuldbindingu líkt og NATO á pappír, þó svo að herstjórnar geta og öll úrræði Evrópusambandsins séu miklu minna þróið heldur en NATO. Það er fyrst og fremst hugsun sem að íslenski stjórnmálamenn og fólk ætti að íhuga, það valkostur okkar sem ákveðin viðbótartrygging ef að Bandaríkin í raun og veru stíga í burtu frá Íslandi, frá Norður-Atlantshafinu. Sem er næstu óhugsandi. Það er ólíklegt, en ég held að Trump hafi kennt okkur eitt og það hið ólíklega ekki ómögulegt. Mér finnst þetta orðfæri sem að Ellen Beatty hér og er mjög algengt að tala vinin í vestri sem að allt í núna einu vettvangi breytist í óvinn sé raungnálgun. Það náttúrulega engin vinir til í alþjóðasviðinu. Ég held að það væri Palmerston Lávarður sem orðaði þetta best á miðja 19. öld að ríki ættu enga vini, ekki heldur óvini, heldur bara hagsmunatengingar. Og fleiri að enduróma þetta og halda þessu lofti í ýmsum myndum. Við erum náttúrulega verðum alltaf að horfast í augu við það að þessi félagi í vestri hefur verið að taka eðlisbreytingum býsna hratt í hvernig hann aktar á alþjóðavettvangi og farið fram án þess að það sé endilega smáríkjum sérstaklega til hagsbóta, svona almennt séð. Líklegast hefur ekkert annað ríki grafið eins heftalega undan alþjóðakerfinu á síðustu 2 áratugum, svona frá aldamótum eða svo, heldur en Bandaríkin. Og með vaxandi þunga núna út af Gaza? Vaxandi þunga, Ísraelsmenn að sjálfsögðu koma þarna með langan lista í útbrenti með sagaregistri hvað það varðar, en það er bara staðreynd. Við gleymum ekki þetta lögleysunni sem að hefur verið innan Bandaríkjanna og í það hvernig Bandaríkjamenn hafa hagað sér. Við tala fangelsana á dóms og laga, Guantanamo Bay fangabúðana sem engin réttarstaða fæst, pyntingar, uppsetning á leynifangelsum meðal annars í Evrópu þar sem menn eru pyntaðir og drepnir, löglausa innrás í Írak og síðan til 2003 og síðan þetta stríð í Afganistan sem lengsta stríðið
efnahagssögu Bandaríkjanna í 20 ár þar sem við vorum dregin inn með herafla hreinlega. Þannig að sko það er margt sem við þurfum að horfa til og kannski endum þetta í varðandi það hvernig þessi vinur svo kallaði þarna í vestri sem vorum í bandalagi við hefur verið að haga sér og hvernig okkar hagsmunir hafa fléttast þar inn í. Það bara eitthvað sem að fólk ætti að skoða, yfirvegað og Ísland að sjálfsögðu á að skoða sína hagsmuni alveg blákalt í þessum heimi sem nú komin upp, en hann ekki algjörlega gjörbreyttur. Mér finnst að við getum ekki horft á það að þetta sé allt í einu orðið svart sem áður var hvítt. Það finnst að vera einfeldni í nálgun. Það er ýmislegt sem afhjúpast sem að hefði átt að liggja í augum uppi, eins og til dæmis veikleikar Evrópu sem afhjúpast svolítið í þessari stöðu. Já. Að þegar Evrópa allt í einu stekkur til og heldur einhvern neyðarfund af því að Bandaríkin og Rússland að fara að semja loka og stríðin í Úkraínu. Já, það ekki bara út af því. Já, það líka alltaf upplifir Evrópa það hún ekki marktæk, hún skiptir einhver máli. Já, í augum Bandaríkjamanna og augum Rússa það þjónar auðvitað þeim þeirra hagsmunum mjög Evrópa sé ekki með í ráðum og nefna yfirleitt Bretland sérstaklega. En neyðarfundurinn með eðlilegt að verða algjörar forsendubreitingar í sambandi Bandaríkjanna við Evrópu sem hefur náttúrulega verið náið samstarfssamband í 80 ár og lengur. Að þegar Bandaríkjamenn kannski hafa verið einhver merki á loftum að þróunum væri í þessa átt, en þegar glæpurinn gerist þá er náttúrulega eðlilegt að menn bregðast við, þeir gera það ekki fyrr, þeir hlaupi ekki upp til hand og fóta fyrr en að Hegseth og Vance halda sín erindi og segja nákvæmlega hvað þeir eru að meina og Trump heiman frá segir sömu hluti. Ég get samt heldur ekki tekið undir að Bandaríkin sem einhvers konar monolítísk heild hafi verið að þróast í þessa átt. Skulum ekki gleyma því að það meira 250.000 atkvæðum að Bandaríkin séu bara hreinlega á allt annari braut með annan forseta, haldandi áfram í sterku Atlantshafssamstarfi. Það er margt sem ætti gagnrýna við framgönguna í stríðinu gegn hryðjuverkum eins og það verið kallað, innrásin í Írak kannski mjög hátt á lista þar og Guantanamo gríðalegt sjálfsmark fyrst og fremst og grófur glæpur sem hefur ekki tekist að leysa úr endanlega heldur. En hins vegar, þegar Bandaríkin gera þetta, þá hafa allavega þangað til núna að niður yfir hafið í Bandaríkjunum, það hafa verið fjölmiðlar, það hafa verið eftirlitsstofnanir, það hafa verið stjórnvöld sem horfir á þessa hluti sem einhvers konar brot. Hjá Rússum þetta bara standard vinnubrögð. Þannig reka þeir bara alla sína aðgerðir á erlendu grundvelli, þeirra hernaður með innbyggða stríðsglæpi og standast viðmið þjóðamorð trekk í trekk í Úkraínu til dæmis sem að les viðmið Sameinuðu þjóðanna hvað það er. Þannig að ég vil alls ekki setja Bandaríkin á sama bekk og til dæmis Rússland í þeim skilningi. Já, ég meina það er spurning hvað maður har í litla palettuna. Ég held að sé bara engin stórum munur á stríðsklæpur, þjóðamorð. Samningarnir eru skýrir, alþjóðalögin eru skýr, lögin sem að síðan hent til hliðar. Þetta eru 50 tilbrigði við gráan. Já, ég held að það sé akkurat það sem að menn verði að horfast í þennan gráma veruleikar. Já. En eitt í veruleikin það að Rússar eru að vinna á vígvöllin. Mjög hægt. En að sömuleyti tala forsvarsmenn núverandi Bandaríkjastjórnar að sigur Úkraínumanna á vígvöllunum sé bara ekki í boði. Og þetta sé bara að horfast í augu við og ég meina Trump orðar þetta eiginlega þannig að Putin eigi bara skilið að fá landi sem að vann. Hann búinn að vinna þetta. Það er bara þannig. Og þeir horfast í augu við það að annarkvort ef við höldum stríðin áfram að þá mun bara hægt og bílandi munu Rússar mylja undir Úkraínu og fleiri drepast. Já, það held ég að sé stóri miskilningurinn sem oft í umræðan núna, með það sé einhver óumflýjanleiki að Rússland muni hafa fullnaða sigur ef að stríðið heldur áfram. Er það ekki mat Bandaríkjastjórnar? Ég skal ekki svara fyrir hvað mat núverandi varnarmálaráðherra er. Og ef Bandaríkjamenn myndu draga tilbaka til dæmis aðstoð við úkraínska herinn sem er tæknilegri heldur en kannski Evrópa getur lagt fram. Er þá ekki alveg ljóst að Rússar munu bara... Það mun gera Rússum auðveldara fyrir en þá þyrfti Evrópa jafnframt að auka sinn stuðning. Rússar eru að ná að sækja fram einhverju 100 metra á dag og hverjum degi eru að missa 1500 fallna og særða. Það er taktur sem er að leiða þá mjög rætt núna í áttina að vera búin að missa 1 milljón fallna og særða frá upphafi stríðsins akkurat í kringum 9. maí þegar Trump mögulega verður í Moskvu í heimsókn eins og Rússar eru að reyna að teikna þau upp.
það eru þolmörk hjá Rússum í hvað þeir geta keyrt þetta stríð lengi. Þeir eru búin að stýra öllum sínum efnahag í áttina því að framleiða hergögn, að þjónusta þetta stríð. Þeir eru búin að kveða til vopna gríðarlegan fjölda fólki. Þeir eru núna farnir að þurfa að fá hermenn frá Norður Kóreu af öllum ríkjum til að hjálpa sér af því að mannfæðin er slík og mannþörfin í hernaðinn af því að mannfallið er svona mikið. Þannig að ég held efnahagslega myndin fyrir Rússa og hernaðarlega myndin lítur bara mjög illa út fyrir þá á þessu ári nú þegar. En Erlingur, ég hef heyrt menn eins og þig sem að tala svolítið svona innan úr NATO og svona henni almennu stefnu stjórnvalda í Evrópu. Við erum búin að vera að segja þetta næstu í 3 ár Bara rétt handa við hornið er algjör viðsnúningur í þessu stríði. Þá mun allt í einu Rússland bara falla saman út af efnaðslega geta þeirra munu falla. Þeir eru búnir með hermenninni sína, þeir eru ekki vopn, þeir eru mæta á vígvöllum með skóplur var nú ekkert um að sagt. Það var nú fyrir heimstyrjöldina ég maður rétt. Já, eitthvað svona, þú kannast við þetta. Það er alltaf verið að segja hérna bara rétt handa við hornið er sæluhús. Það eru 3 ár liðin og þetta bara versnar og versnar og versnar frá sjónarhóli Úkraínu. Og stuðningurinn við stríðið í Úkraínu fyrir minkandi. Auðvitað er ekki mikill stuðningur við erfitt stríð en þeir eru í sjálfsvörn að berjast fyrir lífi sínu. Eins og Úkraínumenn segja auðvitað ef að Rússar hætta að berjast á líku stríðinu ef við hættum að berjast á líkur Úkraínu. Þannig að þetta snýst ekki vinsældir stríðsins. Ég er ekki að tala hvað sé réttlátt. Það er ekki réttlátt að Pútín vinna þetta stríð. Er það ekki bara staðreyndin að Rússar eru að vinna þetta stríð? Þeir eru á vígvellinum eru að vinna stríðið 100 metra á dag. Og það frá sjónarhóli Rússa og sjónarhóli herfræðinar er ekki sigur. Það sem við erum að horfa upp á núna í Úkraínu og höfum verið að horfa upp á undanfarna 18 mánuði er það sem að ég myndi kalla á íslensku mulningsstríð, war of attrition. Það snýst Rússar kunna það. Þeir kunna það ágætlega. Þetta snýst úthald og geta þolað mannfall og efnahagslegar þrengingar og efnahagslegan kostnað af stríðinu. Og jú, vissulega er það rétt hjá þeirra margir hafa að tala ofjálglega að gagnsókn Úkraínumanna 2023 myndi brjótast í gegn og snúa taflinu ekki algjörlega. Það var byggt meira á von heldur en raunverulegum staðreyndum. Ég held samt að það mat á efnahagsþrengingum Rússa akkurat núna og þrýstingum sem þetta mikla mannfald vellur, það sé ekki einhver fantasía. Hefur það áhrif mitt ár, hefur það áhrif í loka ársins? Það er stórt spurningamerki ef við höldum stríðin áfram. Þetta er líka kraftur einræðisríkja og alræðisríkja að þau geta haldið út lengur heldur til dæmis lýðræðisríki. Þú vísar oft í eitthvað svona réttlátt, maður heyrir það í umræðinni hérna, að það sé bara ekki réttlátt að Rússar vinna þetta stríð. Nei, ég hef ekki notað réttlæti. Sakfræðingur. Stríð enda ekki alltaf á réttláttan máta. Nei, ég hef ekki notað orðið réttlæti einu sinni í dag. Þú kannast við það í umræðinni að ef maður segir að Rússar séu að vinna stríðið, að þá svara menn að það megi bara ekki gerast. En það er allt annað að segja að það megi ekki gerast því að það er ákall að við gerum meira til að tryggja að það gerist ekki því að þó að þessi fyrst og fremst stríð gegn úkraínsku þjóðinni þá er þetta líka kerfisstríð. Þetta er árás á öryggisarkitektúr alþjóðakerfisins sem var byggður eftir 1945. Ef Rússum tekst að breyta landamærum með valdi og sölsa Úkraínu inn í Rússland þá er það system endanlega hrunið. En ef að Bandaríkin draga tilbaka sín stuðning er raunhæft að Evrópa nái að saminast, það er náttúrulega þú þarft að byrja á því, að Evrópa nái einhvern veginn meir og minna að vera með sömu stefnu sem er ekki fyrir séð, því að þegar að NATO leysist upp að þá eru mjög ólíkir hagsmunir og hvernig þau líta á samskipti við Bandaríkin og fleira, það bara maður eftir að sjá það gerast. En bara miðað við hernaðargetuna, hergagna framleiðsluna og annað slíkt, er raunhæft að Evrópa geti stutt Úkraínumenn til sigurs og vígvellinum án Bandaríkjanna? Nei, en lykilatriði í því sem þú ert að segja þarna er til sigurs á vígvellinum, en það ætti enginn að vera að tala um það. Við viljum styðja Úkraínumenn til að heyja þessa varnarbaráttu þangað til að Rússum þróttur til að halda stríðin áfram. Þeim blæðir nógu mikið, það kostar á nógu mikið fjársjóð að þeir hætti stríðinu. Kostnaður er verið óhár. Kostnaður fyrir Úkraínumenn að fara í þann leiðangur. Já, þeir óska eftir hjálp okkar við það. Evrópa er þess fyllilega megnug. Evrópa styður Úkraínu mun meira heldur en Bandaríkin hafa gert í gegnum stríð. Bandaríkin hafa sendt Úkrænumönnum einhverja 30 skriðdreka, Evrópuríkin hafa sendt þeim mörg 100 skriðdreka. Þannig að getan til þess að styðja Úkraínu, hún er algjörlega fyrir hendi. Jafnframt þessu þarf Evrópuríkin að hugsa eiginvarnir.
líka og það þarf að byggja þær upp. Það hefur verið mjög mikið umræðan. Það var ekki stoppað, við getum ekki sendt meira til Úkraínu vegna þess að við verðum að geta varið okkar eigið land. Já, en ég held að flestir leiðtogar í Evrópu og sem hugsa þessi mál skilja það að besta leiðin til að verja Evrópu að hjálpa Úkraínu að verja sig gegn Rússum. Því að þeir fá að vinna sigur í Úkraínu þá eru þeir fíleldir til að ráðast gegn Evrópuríkjunum. Ég vildi líka nefna að þú sagðir NATO væri liðið undir lok eða hvað það væri. Ég myndi segja að NATO væri í uppnámi. Það eru engar líkur á því að mínu viti að Bandaríkin séu að fara að draga sig út úr NATO sem er þá allt öðruvísi bandalag. En það breytir algjörlega með eðli ef að Bandaríkin mun draga sér hendur. Algjörlega. En hins vegar kjaftaklúbbur. Alls ekki, því að Evrópuríkin saman hafa mjög mikla hernaðar getu og mikið öryggishlutverk í álfunni. Þau geta alveg sinnt því áfram og ég segi líka að Kanadamenn eru vantilega þátttakendur í því áfram. Bandaríkin myndu snúa sér til Asíu. Það breytir því ekki að NATO er ennþá mikilvægur vettvangur því að NATO gegnir líka herstjórnarhlutverki og skipulagshlutverki. Ég líka hjó eftir því hvað Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin, þessi NB8-ríki hafa stíðið sterkt fram núna. Þau eru langt á undan Bandaríkjunum og öllum Evrópuríkjum í stuðningi við Úkraínu í peningalega á höfðatölu eins og segjum gjarnan hérna á Íslandi en það er alveg eðlilegt viðmið. Þau hafa sagt mjög skýrt að þau vilja halda áfram að styðja Úkraínu. Mette Frederiksen, forstöðumaður Dana, mætir á fundin í París í gær sem fulltrúi þessara ríkja, ekki bara Dana. Þannig að ég er ekki að segja að Evrópa muni ljúka þessu verki en ég er tiltölulega vongóður. Nú það er ekkert annað í boði heldur en Evrópa leysi þetta verkefni. Og hvernig leggur það til að það verði með því að Evrópuríkin sendi herafla til Úkraínu og á þess að hafa backup frá Bandaríkjamönnum? Já. Myndur þú sjá það fyrir þér? Ég held að það sé ekki mikið list á því að fara út í þar aðgerðir og held að það sé ekki pólitísku möguleiki. Þú nefnir líka stuðningin í tæki og tólum. Þú veit, ef við tölum bara beina fjárstyrk inn í Úkraínu frá Bandaríkjamönnum var farin að valda miklum kurrlöngu fyrir Trump kjörið og þannig að á þeirri forsendu voru menn að gefast upp á því að skópla peningum þarna í víglínu sem hafði ekki breyst í á 3. ár og það var eitthvað sem að menn tókun í faktorunum það að þetta væri ekki hægt að vinna þetta. Og að Rússa gæti þá bara aukið aðeins skrefkraftinn í staðin fyrir 100 metra er aðeins hraðari skrið. Ég held að þetta sé bara staðreyndin og ég get ekki séð fyrir mér að Evrópuríki sendi og hafi viljað til að senda í sjálfins átakasveitirinn í Úkraínu. Keir Starmer fer fram og segir við erum tilbúin að senda herliðin í Úkraínu til friðargæslu en og fljótu síðan að bæta við, svo fremur sem að Bandaríkjum með veita logistical support því að öðru sér gengur það ekkert upp. Á þessu hangir það allt saman. Þetta hangir á Elon Musk, ef hann slekkur á Starlink-kerfinu sínu yfir Úkraínu þá hrynur stríðsreksturinn í Úkraínu, eins og þú veist. Þannig að það er bara, það er eina internetsambandið sem að gera alla saman skýr áfram. Þannig að ég held að það voru margir sem stigu fram mjög skömmu eftir innrásina þegar að byrja að myndast þessi pattstaða sem hefur lítið hreyfst í allan tíma og sögðu það verður að semja þetta, það verður að klára þetta. Menn voru útrópaðir náttúrulega sem einhverju pútinistar. Ég held að ég nefntu áður hérna þetta og þér að þótti þetta furðu svona að tveir svona statesmenn í íslenskri pólitík, bæði Ingibjörg Sólrún og Ólafur Ragnar Grímsson sögðu það sjálfins það sama. Stríð enda með samningum, verður bara að setjast niður og semja enda þetta til þess að bjarga mannslífum, almennu borgurum og náttúrulega hermönnum. Það var ekki gert, var ekki viljið til þess. Vegna þess að það var að keyra áfram á þetta narratífa, það væri einhver sigur í augsinn og það er ákveðin glæpur fólkinu því að mínum mati, að reyna ekki að enda þessa skelfingu sem hefur síðan kostað fleiri 100.000 ef ekki yfir 1 milljón mannslíf á þessum tíma síðan. Þetta hefði verið hægt að ljúka þessu fyrr. Það er eiginlega svona í minni sál ákveðin glæpur. Mætti það orða þannig að hvernig Evrópa var í Úkraínustríðinu hafi afhjúpað veikleika Evrópu, bæði í svona hard power að það kemur eiginlega ljós að öfugt við það sem að fólk kannski hélt fyrir 3 árum að með að við værum svo miklu tæknivæddari hernað og eitthvað fleira að við getum að stuðningur Evrópu og við talum ekki um Bandaríkjanna við Úkraínu myndu snúa stríðsgæfinni við hefðum svo stórkostlega yfirburði, það kemur í ljós að það bara virkar ekki. Stuðningurinn hefur þetta skipt sköpum, við skulum ekki gleyma hvernig umræðan var
fyrir innrás Rússa, fyrir utan það náttúrulega allir sem afnituðu því að innrás væri yfirleitt að fara að eiga sér stað, að allir voru á þeirri skoðun og Vladimir Putin sjálfur að þetta tæki mögulega einhverja 3 daga. Þeir myndu rúlla þarna inn, lenda heraflánum sínum á Hostomel fyrir utan Kyiv, mjög svipaðu þeir gerðu í Afganistan 79 á sínum tíma, taka yfir allt landið og leik væri lokið mjög fljótt. Það var ekki raunin. Auðvitað fyrst og fremst það hetjudáð úkraínsku þjóðarinnar og hersins til að verjast allir Rússar sem skipti það sköpum. Við skulum heldur ekki gleyma því að NATO-ríkin hafa unnið með úkraínska hernum í 10 ár þar á undan að efla getu hans, þjálfa herinn. Það hefur haft eitthvað að segja, eitthvað að vopnum. Nú mikið til þess að Zelenski segir að þetta geti verið hryggjarsúlan í nýjum evrópskum her. Já, auðvitað Zelenski að tala í átt á því að hvetja til þess að standa með Úkraínu. Hann náttúrulega í senda pólitísk skilaboð. Ég vil líka bara segja, Kristinn, eins og þú sagðir að Bandaríkin hafa verið að moka peningum í Úkraínustríðið. Auðvitað það háar fjárhæðir í $milljörðum ef þú horfir á tölurnar sem einhver fjölskyldufæðir í Breiðholtinu, en hins vegar þú horfir á þessa fjárfestingu í vörnum Evrópu og öryggisvörnum Bandaríkjanna, gagvar til dæmis $850 milljarða útgjöldum Bandaríkjanna til hermála á hverju ári, þá þetta hagstæð fjárfesting fyrir Bandaríkin. Þeir eru búin að lama rússneska herinn til margra ára og skaða Rússland sinn andstæðing gríðarlega fyrir mjög lítið fé og verja þessa línu að alþjóðlega skuli verið og það skuli ekki breyta landamærum með valdi. En byrju, þetta myndi gilda, þessi setning hefði gilt fyrir 3 vikum. En núna kemur bara Trump ef að þetta rétt lýsingir hafa verið á stöðu Rússlands og reisir Rússland viðurkennir landamærin sem að Rússland hefur unnið í stríði. Já, hann beitir þessari mjög undarlegu samningatekni eins og sem að kalla að færa andstæðingnum sína ítrustu kröfur áður en að sest niður til viðræðna. Þannig að það utanfrá lítur út eins og hann taki sjóna með Rússa hér frekar en Úkraínumann á Evrópu. En þú varst að tala fjárfestingu? Já, ég ætla ekki að reyna að verja stefnu Trump, þetta það ekki í hug, sko. En það að þeir sem hafa talað fyrir friðarsamningum mörg ári í gegnum stríði núna í 3 ára verða á næstu dögum, það hefur ekki verið hlustað á það á mjög miklu leyti að því að samningsvilji Rússa var nákvæmlega engin. Þeir fyrsta lagi settuði fram sín ítrustu markmið. Það voru fundir í Tyrklandi, stutt eftir að stríðið braust út. Þar voru kröfur þeirra mjög umfangsmiklar. Alveg eins og kröfur þeirra fyrir innrás voru það að allt NATO-herliðir dregið tilbaka til þeirra staða sem það voru 1997 áður en að stækka NATO fyrir austastinn í Evrópu. Þannig að það hefur aldrei verið einn raunverulega samningsvilji og stríð enda á 3 vegu í raun og veru. Þau enda með fullnaðarsigri, sovjeski fáninn yfir ríkisteginum í Berlín sem brunnið til grunna. Það enda með vopnahléi eins og heldur ennþá í milli Norður- og Suður-Kóreu eða enda með einhvers konar friðarsamningum og líklegast held ég núna ennþá að við náum einhvers konar vopnahlésamningum því að ég sé ekki fyrir mér að Úkraínan í Evrópuríkinu muni viðurkenna eignarhald Rússa á þessum 5 héruðum sem hafa sölsað undir sig og Pútín líka í mjög sérstakri stöðu að því ef hann semur nú að víglínan verði frosin þar sem hún stendur núna þá þyrfti hann að gefa eftir rússneskt landsvæði innan gæsalappa sem restin af Donetsk og Luhansk og Zaporizhia að því þeir hafa ekki náðu að leggja undir sig þessi héruð að fullu. Þannig að hann pólitískt að því að þeir innlimuðu þessi héruð í Rússland í ákveðni klípu hvað þetta varðar. Þetta bara útfærslu atriði hvers konar samningar verða þarna enda á borðinu og eflaust gálegast að það verði einhvers konar neutrálzóna, einhver buffer og alþjóðlegt herlið og eitthvað slíkt. Og hvort sem það heitir vopnahlið ekki þá var alltaf byssurnar að þagna og þetta mannfall að enda. Kóreustríðið búið að búið að vera vopnahlið það núna síðan 1956? 3, já, þannig að það býst nú nokkuð tíma, haldið enn. Þannig að endalokin er það. Vígbúnaði beggja vegna. Já, en ég er aldrei hissa á það, sko, mér langar bara að draga fram að það eru búin að vera fullt af vísbendingum um það, hvernig viðhorf Bandaríkjanna gagnvart Evrópu og þessu hernaðarsamstarfi sem að hafa sprottið upp og menn virðist hafa mista af einhvern veginn í heildarsamhenginu til að mynda þegar að Bandaríkjanna ákvaða að búa til nýtt hernaðarbandalag AUKUS, það
segja við Ástralía og Breta og löðrunga Frakka í leiðinu með því að láta Ástralía rifta samningum kaupu kafbáta og smíði í Frakklandi og flytja það til Bretlands. Þetta voru Bretar alveg hæst ánægðir með því og voru ekki eins miklu Evrópumenn þar á því stigi, sáu bara hagsmuni í því. En ég hef alltaf sagt að Bandaríkjamenn hafa alltaf stýrt NATO og Bandaríkjamenn alltaf litið á NATO sem bara part af sinni utanríkistóli til þess að framfylgja svona utanríkisstefnu og það verður ekki, þá geta að líta á það öðruvísi að mínum mati. Hlutið hernaði maskínu Bandaríkjanna. Já, eftir seinni heimsstyrjöldina. Þetta ekki spurning þessar jafnu gildu aðalar sem setjast við hringborðið og ráða ráðan sínum og semja einhverja jafnstöðu þar. Það hefur aldrei verið þannig. Og það ekki tómt mál að tala að því að þegar svona óviss ástand þá alls konar hlutir sagðir. Eitt sem var sagt ég meina Bandaríkin lýsaði yfir að Úkraína mun ekki gangi í NATO. Og þá segir einhver í Evrópu víst, hann þarf tómt mál að tala það. Ef Bandaríkin vilja ekki að Úkraína fari í NATO, þá bara fer ekki Úkraína í NATO, eða ekki alveg ljóst? Jú, stefna stjórnvalda ekki meitluð í stein, þannig að þetta viðhorf og reyndar viðstöra viðhorf þessar varnarmálar á þeirra, það var eitthvað dregið í land með þetta, það væri ekki mögulegt í náinn í framtíð eitthvað svoleiðis, þannig að skulum bara sjá til hver niðurstaðan verður þar. Það auðvitað besta leiðin til að tryggja öryggi til frambúðar Úkraínu og NATO að hleypa þeim inn í NATO. Margir hafa sagt að það mætti fara Vestur-Þýskalandsleiðina þar. Þar var klofið land tekið inn í NATO og það hélt mjög vel, tryggði friðinn, þó að hluti af landinu væri undir erlendu hernámi í áratugi. Það ein leið sem mætti skoða. Í raun og það rétt sem við segjum NATO, auðvitað Bandaríkin þunga miðjan í NATO-samstarfinu. Ég tek samt ekki undir það að NATO sé einhvers konar leiksoppur Bandaríkjana. Það sem gerðist bara við stofnun bandalagsins er að þessi ríki deildu sömu pólitísku og öryggisfræðilegu sýn og þau myndu þessi samtök í kringum þá sameiginlegu sýn, ekki sem einhverja þjónkun við Bandaríkin, heldur bara að þau höfðu áhyggjur af sömu hlutunum og vildu brynja sig gegn sömu hlutunum. Þannig var NATO til. Okay. Segjum að þessu líkur á því að verði bara vopnahlé, frósið og þetta sár þarna í Austur-Evrópu þarna bara markarað og Bandaríkjamenn minni áhuga á Evrópu þeirra treysta sína eiga varnir með Kóreu bara inn í Úkraínu. Hver er ógnin sem að Evrópa stendur frammi fyrir? Ég býst við að Eystrasaltslöndin og Pólverjar myndu segja að ógnin er svo að nú ætli Pútín að gera það sama við okkur. Ég veit ekki, ég meina Ítalir, Spánverjar, Frakkar held ég horfi ekki á stórkostlega ógn af Rússum. Þannig að hópurinn, hann verður svolítið ólík og þú nefndir að Norðurlandaþjóðirnar hafa svolítið staðið með Eystrasaltslöndunum og eru eiginlega svona, mætti segja, herskárri tónn þar heldur en eiginlega í Frakklandi, Ítalíu eða Spáni. Þannig að er ekki endilega gefið að sko Evrópa sem heild taki einhverja skýra afstöðu? Nei, ég meina Evrópa hefur ekki eina skoðun, NATO hefur ekki eina skoðun, ég meina tökum þá sérstaklega kannski út fyrir svega Viktor Orbán og Fico í Slóveníu. Óvissu ástandu vill á draga frekar í sundur heldur en að sameina. Já, en það hefur líka ekki alltaf verið þannig í NATO að menn hafi verið sammála um allt. Við áttum í okkar skærum við annan NATO-bandamann og það hélt nú allt saman þó að við hefum nú alltaf hætt í klúbnum á tímabili og ætlaði að fara í það okkur árangurinn sem það færði okkur. NATO-ríki hafa háð stríð sína milli, Grikkir og Tyrkir hafa gert það en stóra myndin er svo að menn eru sammála stóru öryggishagsmunina og ástæðan fyrir að Norðurlöndin hafa verið svona herskáð eins og þau segja einörð í sinni afstöðu er að þetta eru ríki sem að grundvalla sitt pólitíska og stjórnskipulega kerfi sín samfélög á virðingu fyrir lýðræði, mannréttindum og alþjóðalögum og það er umfram árásin á Úkraínu. Það er það sem að Rússar eru að tróða fótum og reyna að brjóta bak aftur. Þannig að það held ég skýri fókus Norðurlandana. Ég held að þessi rétt, ég held að Pólverjar og Eystrasaltsríkin hafa miklar áhyggjur af að Rússar reyni einhver svipað ævintýri gagnvart þeim, sérstaklega Eystrasaltsríkin og ég tala ekki ef það verður að veruleika í tengslum við þessar viðræður Bandaríkjamanna sem að hófust nú í dag í Sádi-Arabíu við Rússa að Bandaríkjamenn getur mögulega einhliða ákveða að draga bandarískt lið frá Austur-Evrópu og fært Pútín ennitt sigurinn með þeim hætti. Evrópa getur leyst af verkefni en þetta er mikil áskorun fyrir Evrópu, sérstaklega í erfiðum efnahagsaðstæðum og á sama tíma á Bandaríkjum, við skulum ekki gleyma því að J.D. Vance flytur stór undarlega ræðu í München þar sem hann eiginlega lýsir yfir pólitísku stríði
á Evrópu stjórnvöldin og hlutast til innanríkispólitík. Hann lýst stuðningirinu við AfD, hægri öfgaflokkin í Þýskalandi, gengur svo til fundar við formann AfD og neitar að hitta þýska kanslarann. Þannig að þessi maka Trump-fylking í Bandaríkjunum að snúast frá því að vera traustu bandamaður í að vera einhvern sem óvinnveittur allavega, þó ekki kannski óvinnveittur Evrópu. Ekki allir Evrópu. Kannski þeir vinnveittir stjórnvöldum í Ungverjalandi og Ítalíu jafnvel. Kannski hafa verið vonum að ná Frakklandi. Já, þetta það sem þeir eru að hugsa á. Þeir eru að hugsa á reform í Bretlandi og AfD í Þýskalandi. Meloni hefur endar, ítalski forstöðarann hefur verið mjög harður stuðningsmaður Úkraínu. Hún skilur vandan. Bandaríkin orðin öryggisógn í Evrópu. Já, svona lýðræðisógn í raun og veru og öryggisógn með því að klippa sig út úr vestrænu varnarsamstarfi. Og þessi flokkar sem þú nefnir allt saman gamlir bandamenn Pútín. Já, og sumir fengi fjármagn frá Pútín eins og fylking Le Pen sem fekk nú stórt lán beint frá Kreml. Þannig að, og það eitt sem Evrópa þarf líka að gæta að brynja samfélag sín gagnvart erlendum áhrifum á lýðræðiskerfið, að fjármagn flæði inn í kosningaferlin, áróður og samfélagsmiðlun ná í gegn. Þetta eitthvað sem við þurfum líka að hugsa hér á Íslandi. Ef við ætlum að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu eftir 2 árum Evrópusambandsviðræður, við getum rétt ímyndað okkur erlenda aðila sem hefðu áhuga að krukka í því ferli með peningum eða áhrifum á samfélagsmiðlum eða áróðri. Og ég held að við þurfum að smíða þær girðingar og það eftirlit sem það til að koma í veg fyrir það. En það samt allt í lagi vantarlega að þínu mati að erlend ríki beiti sínum áhrifum innan Evrópuríkja ef að markmið göfugt og rétt. Nú sagði ég það. Nei, ég að spyrja þig. Nei, alls ekki. Nei, sko, að því að nú var að koma upp á kassanum Hafna þeim strámanni. Nei, ég spyr, það er alltaf að koma upp á kassanum í Bandaríkjunum hvernig fjármuni hefur verið varið til þess að hafa áhrif á innanríkis umræðu og stjórnmál víða heim í gegnum USAID. Halda á lofti mannréttindum og lýðræði. Svo á yfirborðinu já, það verður svo henta stundum að það verður að stuðla stjórnarfarsbreytingum einhvers staðar og þá er það og ég meina Guðmund almáttuðu Bandaríkjamenn hafa nú ekki beint svona einhverja yfirgripsmikla palettu að styðja bara lýðræði og mannréttindi. Ekki hreinan bandamenn, alveg saman hvort að demókratar eða republikanar völdin hafa helst verið einræðisherrar, herstjórnendur eða herstjórnir, þannig að þetta er ekki allt saman dásendin ein. Þannig að auðvitað er það þessi áhrifaöfl sem hafa verið beitt þarna í gegnum fjölmiðlana meðal annars, þúsundir blaðamanna kemur á daginn og hafa fengið styrki frá þessu bandarísku stjórnarstofnunum sem heyrir undir utanríkisráðuneytið, fjölmiðlasamtök og einstakir fjölmiðlar. 9 af hverjum 10 fjölmiðlum í Úkraínu eru haldið á lífi með þessu framlagi. Þannig að það eru erlend áhrif. Þess vegna spurði ég, er það þá í lagi af því að það er undir yfirlýstu markmið að styðja lýðræði og mannréttindi eða einhver ákveðin göfu markmið? Þú segir við verum að breyna okkur gagnvart þessu frá vonduköllunum. Ég sagði ekki frá hverju. Ég er að segja það að menn vilja ekki þessi áhrif. Það er gott og blessað en þá verður við að fara alveg konkrétt yfir línuna og segja að það verða allir að vera undir sama hatti. Annars eru við með tvískinnung uppi varðandi þetta atriði. Sko. Er það eitt sem að mér finnst svona óma að heyra ráðamenn á Íslandi tala? Að þá er svolítið eins og sé að tala að við eigum að standa með Evrópu og við eigum að taka sömu ákvarðanir og eru teknar þar. Og ég er svolítið efins þegar ég heyri þetta vegna þess að ég myndi halda að svona óvissu ástand myndi leiða til þess að hvert einasta ríki myndi skilgreina sína öryggishagsmuni og það er ekki gefið það að við séum með sömu öryggishagsmuni og Pólland, það bara er alls ekki eða Frakkland eða hvað sem er. Þannig að í svona tímum þar sem það getur farið mjög hröð atburðarás í gang. Mér finnst svolítið skorta á að það sé verið að skilgreina raunverulega stöðu Íslands. Við erum undir aðeins í sambandi við það að við erum á svæði sem að Bandaríkin klárlega skilgreina sem sitt áhrifasvæði og á meðan að kannski Pólverjar líta á það sem skynsamlega ráðstöfun að raunverulega kaupa vernd ef við tökum stefnu Trump 5% sem eiginlega fjárkúgun. Það verður sjálfsagt út frá hagsmunum Pólverja að taka það ákvörðun ef þeir meta það sem svo, en það var alveg frálegt í okkur. Það var að kaupa eitthvað sem er bara ókeypis.
Smári, fólk verður að gera sig grein fyrir þá hvaða Evrópu ætlar að vera þátttakandi og styðja og vera hluti af. Hvað kemur upp á kjörkosum í Þýskalandi núna eftir nokkra örfáa daga? Verður það samstjórn AfD og hægri blokkarinnar? Skilur og hvað stefnum verður þá ofan á í öflugasta ríkinu í þessari Evrópusambandsblokk. Þannig að þetta var líka við vilja mann alltaf ganga inn í Evrópusambandi. Inn í hvaða Evrópusamband ætla mann að ganga? Ætla mann að ganga inn í Evrópusamband AfD og Orbáns og Le Pen eftir nokkur ára. Það lítur að takast í 4. og 5. umferð og komast til valda. Það verður alltaf vera að færast í áttina að því. Þannig að mér veist vanta þetta. Evrópa ekki bara eitthvað sem er svona statískur sem að breytist ekki og það eru áhyggjuefni varðandi ýmsa löggjöf sem verður að taka þar uppi sem mér hugnast ekkert sérstaklega vel einmitt sem varnir gagnvart þessari meintu utan frá ógn, það er að segja ógninni af svokallari upplýsingaóreiðu online safety bill í Bretlandi sem alveg hræðileg smíð og bara allt og lítið barist gegn og fá litla athygli þannig að það verið að þrengja þar að þeim gildum sem við erum síðan að bá svona út konstantli, það er að segja lýðræðinu, grunni lýðræðisins, málfrelsinu og frelsi einstaklingsins. Þess vegna spyr ég, getum við réttlætt það að bjarga lýðræðinu með ólýðræðislegum aðferðum? Getum við fórna mannréttindum til að bjarga mannréttindum? Þetta er orðið og ég ætla að spyrja á einfaldan hátt núna. Maður gæti, það er óvissa í heiminum og þá er fyrir litla þjóð þá bara verið að finna eitthvað hóp sem við getum verið í skjóli við. Ef það er ekki skjóli í Bandaríkjunum þá verðum við að hlaupa til Evrópu. Annað verið það að í svona vísjáverum heimi borga sig, sumuleyti voru Íslendingar ágætir í kaldastríðinu, gátu verið með viðskipti við Rússa og Sovjetmenn mikil og reyndust okkur bara vel í Þorskastríðinu og víðar og bara ágætis félagar. Ólafur Ragnar hefur mikið lagt upp úr þessu að það er best fyrir smáar þjóðir að vera bara vinir allra. Er það endilega gefið að í panikinni að við höfum að hlaupa þá og vera annarkvort að bara geirnegla okkur við Bandaríkin eða taka þátt í panikinni í Evrópu eða er boðið upp okkur svona íslenska leið? Já, ég meina í kaldastríðinu þó við höfum selt Sovétríkjunum fisk og fengið olíu tilbaka og einhverja lélega bíla að þá voru við ekki Fína bíla, það var í fermingavíslu með minni fjölskyldu þá gæti maður labbað út og hortuðu gluggarna, það voru bara skótar og lötur. En þá allavega okkar fólki vel, ódýri bílar því að við áttum ekki efna á amerísku bílum. Nei, en þá vorum við enga síður ekki hlutlaust land, við vorum stofnaðalega NATO og hér var bandarískt herlið, þannig að við vorum algjörlega. Við vorum ekki viðskiptabanni við skilgreinda andstæðinga Bandaríkjanna. Nei, enda held ég að það ekki verið viðskiptabann heilt yfir. En allavega, þetta er rétt sem hún segir. Það eru viðsjárverðir tímar, pólarnir eru að snúast og hafa snúist að einhverju leyti, þá eiga öll ríki og ekki síst lítil ríki sem að geta ekki varað sér sjálf að hugleiða stöðu sinni í því kerfi. Og ég veit ekki betur en að nýmynduð stjórn hér á landi hafi lýst yfir strax eftir kosningar í kringum stefnumótun sína að nú sé farið í vinnu að meta öryggisumhverfi Íslands og meta hver varnarmála stefna okkar ætti að vera. Ég hef heitt bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra að tala um þetta líka nýlega. Það er mjög eðlilegt ferli, mjög eðlileg vinna. Þannig ég held að þessi ekki verið að tala um að hlaupa eitt eða neitt. Að það þurfa að gera þetta mjög vel ígrundaða máli. Nákvæmlega sama tímapunkti kemur utanríkisráðherra fram í sinni fyrstu ræðu og segir hornsteinn íslenskra utanríkisstefnu verður áfram aðild að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningi um Bandaríkjunum. Enda var það mjög eðlilegt að segja það allt þar til í síðustu viku þegar forsendirnar breytast gjörsamlega. Eins og segið, þetta var markboða morð þessi atburður að mínum að ég held að vísbendingarnar voru allstaðar inn í kerfinu. Já, þú gefur þér að Trump komist örugglega til valda í kosningum og pólitíkin í Bandaríkjunum stefnir bara á einn veg. Bandaríkin ekki einróma. Það orðið meira 2 vikur síðan. En þó svo þessi yfirlýsing sé einhverja endurskoðun eða mat og líka það að við þurfum að ræða meira öryggismál, að þá er samt allar yfirlýsingar utanríkisráðherrans eru eiginlega í þá veru að það er eiginlega óbreytt stefna. Sem er mjög eðlileg tjáning ríkisstjórnar. Ég meina, fyrsta skylda stjórnvalda er að gæta öryggisborgarana. En stundum þegar það er breytinga þá er eiginlega eitt sem er alveg ljóst, að óbreytt stefna gildir ekki. Já, algjörlega. Við veitum ekki hvert við erum að fara, en það verður ekki óbreytt. Nei, en það er samt ekki ástæða til þess að hlaupa upp til handa og fóta og í panik, sko.
Þannig að það eðlilegt að það fari eisist umræða og það góða punktur sem segir að það var umræða líka í samfélaginu. Það væri í mínum huga mjög vont ef að þessi skoðun og öryggisumhverfi okkar og mótun og öryggisstefnu færi bara fram í stjórnarráðinu og mögulega í einni nefnd á Alþingi. Þetta þarf að vera verkefni alls stjórnarráðsins, alls Alþingis, akademíunar, borgaralegra samtaka, hér félagasamtaka og samfélagsins í heild. Og hér við rauðaborðið. Algjörlega, og það hefur skort mjög á Íslandi, þessi umræðu öryggis- og varnarmál og það held ég sé verkefni allar sem eru föðurlandsvinnir, þó að þessi kannski ekki í tísku að tala það núna, Íslands, tekið vænt þjóðina, að leggja setta mörkum í þá átt. Ég algjörlega sammála þessu, Erlingur. Þarna hefur skort mikið á, einhvern tímann voru við að hérna saman það að því ég spurði það hjá honum fjarverandi hver var utanríkismála stefna umræðan fyrir síðustu kosningar hjá okkur og nánast engin. Þannig að við höfum bara ekki rætt þetta og það hefur bara alltaf verið þessi framsetning. Það er bara 2 grunnstóður undir öryggisstefnu Íslendinga, NATO og varnarsamningur punktur sem getur rætt Evrópuviðskipti og setja í þjóðarakagreiðslu Evrópusambands aðild seintum síður einhvern tímann þá og þegar að því kemur. En núna þurfum við náttúrulega bara að fara að ræða þessa stöðu og þetta er eitthvað sem verður að vera í samtali við þjóðina. Það hefur bara ekki verið og eins og kannski aldrei verið í sögu íslenska lýðveldisins. Og hluta því er líka ræða stöðu Evrópu sem hefur gerð breyst. Þegar við erum að meta okkar stöðu þá verður einhvern raunast mat á það hver er staða Evrópu sem að mörgu leyti virðist vera að ganga inn í einhvers konar pólitískt hnignunnarskeið. Það er ekki bara innanlandsmálin heldur bara að geta Evrópu til að hafa sjálfstæða utanríkisstefnu er bara veikari núna en var á 10. áratugnum. Já, allavega þessna fagna ég því að tímasetninga þessara þjóðaratkvæðagreiðslu sem hefur verið boðuð sé eftir 2 ár. Þá gef ég mér að þessi ríkisstjórn ætli sig nú að fara út í 2 ára samtal við þjóðina, að upplýsa til þjóðina hvað hangir á spýtunni, hvað færir okkur aðild að Evrópusambandinu og hvað þurfum við mögulega að gefa eftir. Og það aftur, það þarf að vera mjög almenn umræða, það þarf að vinna rannsóknir og það má ekki bara koma frá stjórnvöldum ofanfrá. Þetta þarf að vera raunverulega djúp efnislega umræða og líka hvað þýðir þetta varðandi öryggis- og varnarmálin sem ég nefndi áðan. Við þurfum að lesa betur í okkar hagsmuni og meta það án þess að stökkva til, eins og þú segir, það er alveg hárrétt og þess vegna er alveg spurning, er það rétt að við séum að stökkva inn í norræna Baltic bandalagið, eru okkar hagsmunir á sama pari við hagsmuni Litáa? Við verðum að spyrja þessara spurninga. Við verðum að meta það hvernig. Litáar geta metið sína hagsmuni bara eins og þau vilja. Það er ekkert höfnun á þeirra mati á sínum hagsmunum þótt að við segjum okkar hagsmunir eru bara aðrir. Sem að mér finnst stoltið vanta eins og að sé eitthvað svona eins og Evrópa sé með sameiginlega hagsmunni í öllum málum og geti bara breytt rétt með einum hætti. Herðu, við erum að starta þessar umræðu hér meðal annars við Rauðaborðið og höfum svo sem er mikið rætt þessi mál hér en Kristinn og Erlingur kæra þakki fyrir að koma hingað við. Takk að þér. Og við ætlum að snúa okkur að okkur allt öðru hér eftir örskamastund. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.